Í þessum myndbandi ætlum við að sýna hvernig við vistum niður þrívíddarskjal úr SketchUp yfir í Cura í þeim tilgangi að þrívíddarprenta. Þegar við opnum SketchUp þá birtist þessi gluggi og við þurfum að velja template. Ég smelli hérna á template. Neðst niðri er 3D printing inches og 3D printing millimeters. Við getum valið þetta en það er rauninni sama hvaða template við veljum. Við getum alveg eins valið bara eins og woodworking eða eitthvað annað template. Við þurfum bara að vera viss hvaða mælieiningu við erum að nota. Ég ætla að smetla hérna á 3D printing millimeters. Og þá er SketchUp búið að opnast og ég smetli hérna til að fylla út í gluggann. Nú get ég séð svona cirka bát hvaða stærð ég hef. Við erum að vísa ekki með MakerBot hérna í okkar fablasmiðju en við erum með Ultimaker. Þannig að ég ætla í rauninni bara að henda þessum glugga út. Svona, velan og gera delete. En ég veit að ég er cirka bát í þessari stærð. Þar sem ég langar að byrja að ræða við ykkur þegar við erum að þrívíddarprenta. Við þurfum að passa upp á að þrívíddarskjalið okkar sé allt lokað. Tökum sem dæmi. Ef ég er með einhvers konar flöt, ég ætla bara að búa til þrívídd form út frá þeim fleti sem ég bæti svo áfram við. Málið er það að það mega ekki vera nein göt í forminu. Það verður að vera alveg lokað. Segjum sér svo, ég fer hérna og eyði. Ég gæti ekki þrívíddarprenta þetta hérna út, af því það er op. Það er einnig þegar við erum að setja saman form. Ég ætla að eyða þessu hérna aftur. Eða bara eyða þessum glugga hérna. Og ég ætla að búa til annað form hérna. Og lyfta þessu hérna upp. Og skella þessu hérna inn í, svona. Ef við myndum senda þetta form hérna í þrívíddarprentun, þá myndum við lenda, hún myndi þrívíddarprenta það, en við erum samt með veikleika. Ef ég skoða þess hérna inn í, ef ég bara eyði þessum vegg, þá er ég með annan vegg hérna inn í. Við viljum ekki að þetta sé að gerast. Við viljum að formið sé algjörlega samsett. Þannig að það sé bara ein fylling og einn útveggur allstaðar. Ok, skoðum hvernig við getum lagað þetta. Fara tilbaka. Ef við ætlum að sameina form, eins og þessi hérna 2, þá þurfum við að byrja á því að velja annað formið og búa til component, make component. Þetta er component 1. Ok, þá sjáum við að kemur svona kassa utanum. Fer aftur hérna og gerir component hérna, create component. Þá erum við búin að búa til form sem eru bæði component og nú þurfum við að opna ákveðin glugga. Hann er hérna í View, Toolbars og við opnum glugga sem heitir Solid Tools. Og ég gerir close og þá sjáum við þennan glugga sem er komin hérna með ýmsum skipunum. Ok, ef ég fer hérna núna og ég færi hérna, ég smelli hérna punkt og færi þetta inn í formið. Og ég ætla að sleppa hérna, svona, og nú get ég valið þetta og haldið shift inni og valið þetta og ég get sameinað þetta eða dregið þetta frá. Þannig að við skulum bara join hérna, ábyrgsel. Svona, núna er þetta orðin einn hluti. Þannig að þetta getum við síðan sendt inn í þrívíddarprentan. Ég get smelta á þetta og tvísmelta aftur. Við sé hérna og ég opna þetta. Við sjáum það er einhver aðrir veggir hérna inni. Þetta er bara orðið eitt form. Þetta er gríðarlega mikilvægt þegar við erum að senda skjöl í þrívíddarprentun. Eitt sem þurfum að skoða ef við erum búin að teikna form, og það gerist stundum þegar maður er að teikna flókin form, að útveggur hann snýr rauninni inn. Ef ég smelli hérna svarta bendilinn, ég smelli þennan flöt hérna, ég tvísmelli að því ég er inn í component, og ég smelli á þennan flöt og hægri smelli og geri reverse faces og þá núna, afhaka, þá sjáum við að það er komin annan litur en blái liturinn á að vísa inn. Þannig að til þess að laga svona villur, að þetta skiptir máli þegar við erum að þrívíddarprenta, þannig að við verðum að smetla á formið, tvísmetla því þetta er component, hægri smelli og geri reverse faces og þá sjáum við þetta er orðið hvítt og flöturinn snýr rétt. Ok, höldum áfram. Næst ætla ég að loka þessu, en við ætlum að opna þetta skjal hérna sem er skiptilykill
og við ætlum að fara yfir það hvernig við færum þetta skjal yfir í Cura-forritið. Ef við þurfum að stækka eða minnka skjalið, þá þurfum við að smella á Scale, takkan hérna, og við höldum inn í Shift-takkanum þegar við minnkum eða stækkum. Annars er hætta á því að formið aflagist. Síðan fyrir í File og við veljum formið og Export, 3D Model og við veljum skráarheitið Qualata File og við skýrum skjalið skiptilykill og smellum á Export. Svo lokum við SketchUp Make og opnum Cura. Svona, nú er það opnast. Þá fer ég í Load, smelli hérna og vel skjalið. Það kemur hérna inn og við getum byrjað að setja upp hvernig við viljum þrívíddarprenta. Ég mæli með því að þið farið inn á fabla.is og finnið kennslumyndbandið um Cura. Takk fyrir.